Mér finnst alltaf best að fara á trúnó í bíl. Það nefnilega hægt að lesa mikið í fólk á rúntinum. Það eitthvað svo berskjalda og það kemst ekki neitt. Þá elska ég að rúnta Kópavog. Tjekka á framkvæmdum, mannlífinu og bara fá útrás. Frá Kársnesi að Katalínu, yfir í Smáralind, Salina, Hvörfin og Kórinn. Það gott að rúnta í Kópavogi. Jæja, blessaða! Góðan og blessaðan. Hvað segirðu? Takk fyrir að koma rúntin með bæjá. Hvað ég fegin að þú settir mig fram í því ég get ekki verið með svona ferfællingum, sko. Nei. Og ekki tveimur. Ekki tveimur. Hver á 2 hundar, sko? Fannst þér erfitt að þurfa að sækja okkur í miðbæri Reykjavíkur? Já. Mér finnst þetta svo þung umferð og þetta tekur svo langan tíma og ég finn það núna, við þurfum að drífa okkur upp í Kópavog. Mér líður ekki vel. Mér líður ekki vel og ég var með hundana hérna út að labba. Það svo mikið rusl, þær voru bara étandi allt. Er þetta nikotínpúðar og annað? Sígarettur, nikotínpúðar og svona... Það reykir enginn í Kópavogi það? Ef það þá þrífum við það. Sópum. Já, en það nefnilega, þú ert aðeins búin að vera eitthvað að degra við salinn, samt þú svona mikill baunateljari. Okay. Það nefnilega hægt að degra við menninguna og salinn án þess að eyða fjármagni. Já. Og það er svo sláandi, það er svo ótrúlega gaman að segja frá því og ég er rosalega stolt af þessu. Ertu að halda viðburði sem actually seljast miðar á? Það það Já. Að segja? Já, ég verið hvað að segja. Okay. Og við hagrætum, breyttum svona áherslum og við erum að fá meta aðsókn, bæði salinn og bókasafnið. Spurðum pening í leiðinni. Ok, þannig að fólk getur lesið í Kópavogi. Það bara alls þar annars staðar sem það getur ekki lesið. Allir læsir í Kópavogi. Síðasti menningarviðburður. Ekki Hjörvar Hafliðason samt. Hann kann, við vitum allan, hann kann ekki lesa. Málið samt að það líka eitt sem algjört gull í Kópavogi. Og það tennisvöllin. Já. En ég ætla að segja eins og út af þó þú sért baunateljari minn, að þá finnst mér þú ekki hafa sinnt bílaplaninu þarna. Þannig auðmenn að skauta á vetuna og gillinaðinni einnig saman. Já, einmitt. Og þetta að detta á feysið og þú veist, eins og sé ekki nóg tennisolba og annað hjá þessu fólki, sko. Já, auðmenn eru ekki sáttir. Auðmenn, þeir telja farið sinna ekki slétt. Þetta bifreiðar, þetta 20-30 milljónir, sko, hver bifreið. Já, svona meðalverð. Eins og í bílastæðinu fyrir utan Logos, lögmannsstofu. En þá þurfa auðmenn að senda bæjarstjórnum póst. Ég meina, ég hef séð vinkonu okkar, sjávarútvegslesbíuna, Gullu, falla á feysið í þessari orku. Og blóta Kópavogi í leiðinni. Já, og það alvöru auðmaður þar á ferð, sko. Býr hún í Kópavogi? Já. Nei, hún býr í Mosó. Nei, þá getur hún bara mætt með sitt eigið salt og saltað að hún gengur inn í tennisvöllina. Ég ætla ekki að borga þetta. En eitt sem við þurfum að ræða, baunateljari minn, og það sko, þín samfélagsmiðlanotkun. Já. Þegar þú að pósta myndum á grammið af hundunum sem eru hvolpar og segir farnar í sveitina, þá heldur fólk að þú sért að deyða hvolpana. Bara bless. Ég sá þetta og ég var bara váka í skilna vel. Þú veist, þetta bara þetta komið gott. Þú veist, það ekki. En sjáðu, nú erum við umferðin. Já, einmitt. Þetta ótrúlegt. Þetta náttúrulega sem þið Kópavogsbúar þurfum við að glíma við. Við búum ekki við þetta. Jú, við þurfum að gera þegar við erum að koma okkur inn í Kópavog. En þetta auðvitað með ólíkindum hvernig verið að þrengja einkabílum í Reykjavík. Þið Kópavogsbúar, þið elskið einkabílinn. Við gerum það. Já. Við gerum það. En við elskum líka alla. Fjölskyldubílinn. En við elskum líka þá sem eru gangandi og hjólandi og vonandi einhverjum sem taka strætó, sannanlega. En við viljum ekki bara segja Kópavogsbúum þegar bara fara í strætó eða þegar bara hjóla í hvaða veðri sem Við þurfum að hafa þessa valkosti. Það þarf að vera frelsi í því hvernig menn einhvern veginn fara í tennisvöllina. Það það svolítið að segja. Það það sem ég að segja. Menn þurfa að hafa val. Fólk á að geta kúldrast í Hondu CR-V ef það kjósi það. En svo svo magnað þegar maður heyrir þennan fræga samgöngusáttmála að þeir sem eru í Reykjavík eru bara urlast yfir ástandinu. En það tengist ekkert samgöngusáttmálanum þegar verið að þrengja að fjölskyldubílum. Þetta bara ákvörðun. Þetta ákvörðun Reykjavíkur. Þannig að það mjög mikilvægt að gera greinarmun þar á. Það til dæmis, og nú ég alltaf í miðbænum, að það til dæmis ákvörðun að taka þau, 2 bílastæði sem eru þannig ennþá eftir og setja blómapott í staðinn. Í stæðið. Þetta ákvörðun, sko. Þetta ákvörðun. Og hún svo sérstök, út af ég ekki einu svona á bíl, sko. Samt pirrar þetta mig. Já. Þá erum við hérna mætt. Hér Hamraborgin. Býtu, hvað ertu að fara að gera hérna?
það verður miðbær í mótun, þannig að við erum bara að fara að byggja upp nýja miðbæ og það hefur komin til að þess efnis, hvort við höfum að hafa styttu af ykkur. Ok. Spennandi. Þið megið bara ráða hvar. Ok, geðveikt. Herri, jólahlaðborð 25. Við þurfum að bóka. Þið eru að fara að mæta. Það er alveg ljóst. Herri, nú ætlum við að fara út og við ætlum að taka mynd á okkur fyrir framan Katalínu. Geðveikt. Það er bara, við verðum að eiga eina. Já, það var sérst í eina af blokkunum hérna. Ég veit ekki nákvæmlega hverja þegar núna ég er ekki alveg confident hérna í Hamraborginni hvað er hvað. En ég held að það hafi verið þessi stóra hérna. Já. Hér var starfrækt Já. Sjónvarpsstöð sem var bara fyrir íbúana í blokkinni. Viltu gjöra svona Í kynna þetta? alvörunni? Og það var bara einhver herramaður sem var bara alvöru frumkvöðl í blokkinni og bara þetta er bara fyrir samstöðu íbúana og það er bara gott að finna til sín hér og Góðir grannar, velkomin hérna. og hver sem getur verið hér með sjóf og eitthvað og þetta var basically bara það sama og ég og Ólu gerum vikulega sko. Þetta var bara eitthvað svona raus Fyrir mér ég var alltaf verið dálítið leiðidamur, heldur og. sem var bara sendt út fyrir blokkina á okkur svona sameiginlegri kapalrás. Þyktarsvita. Sýndi ég Suðurlönd. Þetta er 90s ævintýri? Já. Flott, sjáu þið. Það eru svo miklu frumkvöðlar í Kópavogi. Mér finnst Það voru þetta langt geðveikt og þarna. undan sinni samtíð. Ódýrasta bensínið þar hann. Aha. Já. Býttu, ég er upplýstur neytandi, þetta vissi ég ekki. Undir Hamraborginni, þar er ódýrasta bensínið. Vissir þú að Kristín er gætt þeim hæfileika að hún er bara með það í puttanum, bara hvað lítraverð er á mjólk. Hún þarf ekkert eitthvað svona verðlagsnefnd búvara. 25 til 27 krónur, aukslaus. Já, og þú, já. Þetta er 220 kall, rétt rúmur. 230 tæpur, segjum það. Og svo talaði ég náttúrulega mjög mikið um það að ég ville vera formaður Neytendasamtakanna. Já. Ég ætla að steypa honum breka af stóli. Já. Það er það sem Já. ég er alltaf að segja. Já. Og ég held að ég er að vinna með þá strategíu í því að ég ætla bara að segja það nógu oft. Já. Þú veist, varst þú ekki í því að þú varst að vera bæjarstjóri? Þú varst alltaf bara að vakna þér á mótana, horfðir í speil og varst bara, ég er bæjarstjóri Kópavogs. Að vera með Ólöfu, hún byggir svona 18 skýjaborgir fyrir hádegi. Og þú veist, þess vegna er gott fyrir fólk eins og mig og þig að vera með svona fólk, sko, sem er bara með alls konar pælingar. Já. Þú veist, klukkan 7:15, bara 18 hugmyndir á borðinu. Þú veist, þetta er bara... Bara halló Kristín, eigum við að fara að selja skyr í Danmörku? Já. Alltaf alls Hlustaðu á mér. Já, þetta verður Og svo kemur ný hugmynd bara. Já, og ég bara, wow, ok, geggjað, eitthvað svona svo alveg fer ég alveg bara að hugsa geðveikt mikið um þetta og svo, þú veist, er Óli búinn að gleyma þessu, sko, Já, já. eftir hádegi. Komin í Ég er næsta. bara að hugsa, Komin með næsta. Já, já, já. Sko, út af einu sinni, ég man alltaf eftir Jón Gnarr var einhvern tíðan eftir að hann var borgarstjóri, þá var hann að segja að leiðilegast við að vera borgarstjóri, hann sagði alls konar hefði verið gaman, Já. en að leiðilegast við að vera borgarstjóri hefði verið að fólk var bara alltaf að takka hann á Twitter eða það var eitthvað tyggjóklassa, skilur fyrir utan hjá þeim. Gerist. Já, er þetta þinn veruleiki eða er Kópavogsbúinn yfirvegaðari? Eitt skipti voru ungir strákar að taka mig af því að þeir vildu spila bara fótbolta og það vantaði ljós á fótboltavöllinu út á Kársnesi og tökkuðu mig bara Ásdís bæjarstjóri, getur þú lagað þetta? Já. Og þá kom einhverjum eitthvað að kommenta í einhverju pólitík eitthvað, alltaf ómögulegt og þeir bara, hey, dude, rólegur, viljum bara spila fótbolta. Já, Mér finnst það svo nákvæmlega. cool, Já. þannig að ég svaraði þeim og bara heyrðu, auðvitað, við bara mætum og lögum þetta. Þetta var náttúrulega bara Ég sendi ótrúlega, hann akka yfir með lampa og repar. ekki alveg, Hann með 2 óbærilega hunda með sér, Já. það er í góðu lagi. þeim líður bara vel. Já, já, spurning hvernig mér líður, sko. Já. Heyrðu, þetta er svolítið spennandi umhverfi. Herri, við erum djúpt á Smiðjuvegi. Við Já, erum í yðrum. Við erum- Yðrum Kópavogs. Þetta er alveg magna hverfi, græna gatan, gula gatan, bláa gatan. Ég hef aldrei skilið þetta. Nei, þetta er nefnilega, Ég er nefnilega í götunafnum nefnd Reykjavíkur og veist það. Þetta hef ég aldrei séð Ólöf. Herðu, vá. Þarna er kýr. já, Herðu, Þetta er kjöthúsið. og hér getið þið bara keypt ykkur kjöt. Það er svoleiðis. það er ljóst. Það er svo, Já, þetta er kjötbúð. Það er ljóst. það er svo, Já, þetta er kjötbúð. Það er ljóst. það er svo. Já,
Já, þetta er kjötbúð. Getið þið bara keypt ykkur kjöt. Þannig, Kýr. já, þetta er kjötbúð. Þetta er ekki bara bara slátrun. Og ég held að sé mjög hagkvæmt að kaupa. Talandi hagkvæmni, nú ert þú að fá nokkra punkta frá mér, beinunteljari. Ég er reyndar, ok. Það er mjög gott verð hér Ok. og mjög gott kjöt. Vá. Hér nefnilega erum við að byggja Arnarnesveginn sem mun skera efri byggð Kópavogs og koma í veg fyrir það að Kópavogsbúar eru fastir í umferð hér á mótnana og síðdegis þegar það er verið að keyra hérna í gegn. Já, þannig að þú ert í rauninni að reyna bara að leyfa fólki að lifa sinn dag í friði frá svona einhverjum ógeðslum töfum sem Reykvíkingar eru alltaf í. Já, á fjölskyldubílum sínum, komast til og frá vinnu Já. og geta bara mætt á réttum tíma. Þannig að þetta er svona eitt að jákvæða sem er að gerast núna og verður tekið í notkun á næsta ári. Vissir þú að það er einhver ein ótrúlega öldruð tölva sem stýrir öllum ljósum á höfuðborgarsvæðinu? Já, og hún hangir saman á línni. Já. Já. Þú þekkir málið. Ég hef átt fund með Vegagerðinni að því ég er að tjúllast yfir þessu vanstiltu ljósum hér. Og þú ert orðin vanstilt og ég finn það. Já, ég verður bara brjálfur að ræða þetta og ég bara skil ekki af hverju er ekki hægt að stilla ljósinin á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er Það er óþolandi. vegna þess að tölvan er að fara að gefa upp öndina. Ok, Já. Þetta er tímaspursmál. Þetta er tikkandi tímasprengja og veist okkur það er þannig að það get ekki komið sér saman hver á greiða fyrir þetta. Í alveg. í alvörunni. Þau eru náttúrulega, byrju, hver er með samgönguáætlun? Það er Flokkur fólksins. Brekka. En þú veist náttúrulega eitt, hvað Kristín er að fara að gera í vor? Já, ég ætla að bjóða mig fram í oddvitasæti fyrir Flokk fólksins í borginni. Já, það er svo. Já. Ásamt því að vera formaði neytendasamtaka. Ég er bara búin að ákveða það, en þú veist, það er engin annar sem einhvern veginn kannski er að, þú veist, það er bara kannski þið sem styðjið mig. Já. En þú veist, það er engin úr Flokki fólksins sem hefur, þú veist, tekið eitthvað sérstaklega í þetta vel eða illa, sko. Viðbröðin hafa verið engin úr þeim ranni. Engin viðbrögð, En ég skil það ekki. ekki heldur, en ég er samt að taka bara, þú veist, ég er að taka mínum eigin ráðleggingum. Ég er Já, búin að ákveða, þú finnur. ég er oddviti Flokks Já. fólksins í borginni. Þú horfir á því í speil og Já, hugsar. ég horfa bara á mig á mótana og bara, hæ, oddviti. Og þá getur Ásdís, þá getur þú hringt í Ásdísi og komið öllu þessu drasli sem hún er að tala um í samgönguáætlun í gegnum Egil Já. Ármannsson, Já. Minn sem er mann. þá þinn kollegi. Já. Já, Eða og flokksbróðir. Og seti Já, bara flokksbróðir. Kópavog í forgang. Já. Í öllum samgöngubótum. Bara Það er mitt landinu. framlag í borginni. Þú færir pottitt kostningu. Getum við einblínt á Kópavog í 1 mínútu hérna, takk? Í Ráðhúsi Reykjavíkur. En ef að, nú beði ég ykkur um að hugsa eitt. Já. Leynda hæfileika. Sko, ég var meira þess að búin að segja leynda hæfileikan hennar Stínu sem er að vera með, sko, verðlag á dagvöru í puttunum. Í puttunum, já. En Af jú, því að sko fólk heldur að ég sé bara eitthvað svona skvetta sem bara rétt stingur nefinu heima hjá mér, þú veist, og er bara eitthvað, hæ, ég er farin hérna 1944, bye, eitthvað svona, þú veist. sjálfstæðsendinga on jokes. Ég er bara hægeld að eitthvað, þú veist, eitthvað djús grís og hann er bara eitthvað að malla og það er bara laukur og það er allt undir, ég er ekkert eðlilega húsleg. 12 tímar undir. En sko, leyndi hæfileikinn hennar Lollu er reyndar ekkert svo mikið leyndamál, en það, sko, hún er náttúrulega óaðfinnanleg eftirherma. Ó, En já. það tekur á sig aðra mynd sem er það, hún getur sko einhvern veginn framkvæmt með þessu smámælgi sínu sem hún glímir við hvaða svona hreim sem er. Við hérna, já, við erum svolítið þessi fundu fyrir frá mannsku og þetta gerist bara ómeðvitað, ég bara herma eftir viðkomandi. Já. En ég verður hann bara, ok. Þegar þú ert á fundinu. Hún var að tala Danish á þessum fundi. Ó, og þetta we will Daniel. take it into the other stores and ég bara, ok, ma. Bara óvar. Svo bara, heyrðu, við þurfum að tala við Mads Peira. Já. Það er bara eitthvað hérna og ég bara, Mads Peira? Já, ok. Já, einmitt, þú veist. Þannig að þetta er dálítið Þetta eru hæfileikar. Þetta er alveg hæfileikar, sko. Já, en þetta líka getur vafist fyrir manni þegar maður er hrekkjusvín á viðskiptafundi. Já. Þú veist, þetta er einu svona, þú veist, leiklist sem þú ræður ekki við. Þú veist, hún bara kemur. Já. Þú veist, og það er ekki on eða off. Það er alltaf on. Það er alltaf á. Já. En þeir föttu þetta væntanlega ekki. Eða- Óljóst. Ok. Það var annar aðili með okkur á þessum fundi sem var bara, Ólöf, ef þú getur látið af þessu, þá verður það mjög hjálplegt.
skemmtilegasta sem ég gerði í vinnunni var að vakna einhvern morguninn með einhverja fáránlega hugmynd eins og einu sinni á mætti í vinnunni í Borgartúninu og það var sko COVID þegar við vorum að vinna saman þannig að þetta var allt svona dálítið furðulegt þú veist, já Í húsi atvinnulífsins. þess að það kynntust við náttúrulega, í húsi atvinnulífsins og nema það var að skipta framkvæmdastjóra í viðskiptaráði Ástu féllst þegar var að fara og Svanhildur Hólm að mæta? og Svanhildur Hólm að mæta nema það var ekki búið að tilkynna að Svanhildur yrði eftirmaðurinn Ok. og ég segi við Ásdís bara heyrðist búin að heyra hver er að fara að vera framkvæmdastjóri viðskiptaráðs hún alveg nei hver bara Kati Lísi hún bara ertu að djóka akkur Bara, geðveikt. hvað meinar hann geggjuð það nett og hún bara já ok Ok, Herru, svo bara ég sagði bara leyfði- smá spes ráðningar, ok, til í þetta. já líka bara ekki eðlilega establíseraði forstjóri og fyrirtæki eigandi Já. bara alveg en allavega Venjulega er svona mjög, já. og ég lög þessu og Ásdís var í heilan dag að segja alls konar fólk meðal annars þáverandi framkvæmdastjóra Halldór mín bara ertu búin að heyra þetta með Kauti Lísi og Halldór bara ertu hálfitt hver lög þessu að þér áleg Það er hægt að ljúga ýmsu. já Nú verður þú að segja öllum í Kópavogi, ég sem er yfirtöku í flokki fólksins í borginni. En hún Kristín var alveg áfram með þetta. Hún ætlar bara Hún ætlar að berjast fyrir okkar samgöngumálum. ég er sko búin að geðveikt Ég er sko búin að kosningalóð. vera að ljúga að öllum, og það var Nadine vinkona mín, sem er eiginkona Snorra Mássonar Já, í Miðflokknum. Hún var að vinna á Play og það er náttúrulega útræfintýri hvað það var það. Já. Þannig ég er búin að vera að ljúga öllum sem ég hitti að hún ætli sér að vera oddviti Miðflokksins í borginni. Já. Herðu, hún fer ekki út úr húsi lengur, án svo var að spurð. ok. Og Vísir hringdi hann í gær. Nei. Og var með, halló, ætlar þú fram í borginni fyrir Miðflokkinn? Ég er ofta að búa til eitthvað svona rugl, sem er svo gaman. Já, ótrúlega gaman. Þú hefur svona áhrif, þú ert Já. áhrifavaldur Já. og þið báðar. Já. Það er bara svoleiðis. Og auðvitað þetta bera út svona alls konar Já. mig og fleiri. Nefnið svona, hvað er það 5 besta við Kópavog? Tennishöllin, Aftur. Fljót. baunateljarinn í bæjarstjórastólnum. Ok. Sko, Kópavogslaugin er góð. Já. Hún er góð. Vinsalasta sundlaug höfuðborgarsvæðisins Ok. Já. árið 2025. Ok. Katalína. Katalína. Katalína, já, nákvæmlega. Katalína er anstalt, menningarlegt fyrirbæri. Já, og líka, mér finnst gott að vita til þess að sé eitthvað lítið hreiður í Kópavogi sem að hýsir hana Heiðrúnu Lind, vinkonum mín. Já. Já, einmitt. Það Og henni líður vel. Já. Hún er alveg í góðum málum. Og í Kópavogi, sko. hún dýrkar það, sko. Það er líka bara geðveikt að, hvað það eigi mikið að listamönnum, kemur í ljós. Já. Já. Enda er menningin náttúrulega bara á þessum stað. Já. Ég veit að önnur sveitafélag horfa með öfund Á eitthvað. yfir. Já. En sko, er það þannig ekki þannig að íhaldið er í rauninni besti vinur listamannsins sem bara fattar það ekki alltaf? Þú veist, ég meina, var ekki Davíð sem byggði Borgarleikhúsið? Jú, ég held það. Jú. Ég held að þetta sé, þú veist, ekki það að ég ætla eitthvað að fara að tala upp hennan veru hrædda vistna í hádegismóum, en þú veist, mér hefur fundist framlag íhaldsins til menningamála svona heilt Já. yfir. Já. Vera bara Í nokkuð góðu lagi. myndalegt, sko. Af því að það skiptir máli. Já. Þú veist, mér finnst þetta bara, þetta er mikilvægt fyrir íbúana en við þurfum bara að bjóða upp á menningu sem að er eftirspurn eftir. Við eigum ekki tapa okkur í svona menningu sem að fáir mæta á, við þurfum líka að skapa tekjur og líka tryggja það að þessi fleira mæta eins og við erum að sjá þarna með aðsókn. Já. Það er bara að því við fórum í breytingar, það var alveg ljóst, við urðum að fara í einhverja breytingar sko, á menningunni hjá okkur. Já. En það er mitt, sko, það er þetta, þú þarfst að vera með einn uppseldan viðburð með netunni til að Já, geta já. boðið upp á okkur Öðruvísi. kúlur í menntaskóla sem er eitthvað að prófa sig áfram. Ég meina Og- þetta vita leikhúsin, þess vegna er alltaf Mary Poppins og einhverja mjólkukýr hana, svo að sé hægt að setja líka eitthvað annað á svið. Sko. Og þess vegna er ég að segja, hvatning til ykkar, koma í salinn, Í salinn. það verður uppselt. Kópavogi. Jésús. Með tyrfing og með alls konar fólk. Ég held að við þurfum bara að fá kórin ef þú ætlar að vera með þessa þræningu. Heldur betur. Hvað komast margir þar? 20-30.000? Við getum En alltaf verið með kríteríu að gestirnir verði að vera uppaldir í Kópavogi, Já. sem eru á Kópavogssjóna. Það gæti verið skemmtilegt. Já. Og svo er meira að segja, eins og við vorum að tala um að fara á Katalínu undan, jafnvel hægt að kíkja í menningarmiðin okkar, bókasafnið, út af þú ert svo mikið af börnum, Kristín. Já, ég veit ekki hvað eru mörg, sko.
En það er svo áhugavert þegar talandi þú veist, þegar maður kemur hann inn sem bæjarstjóri og maður bara svona, býtu, af hverju erum við að gera þetta? Þá vorum við sem sagt með náttúrufræðistofu, búin að vera í fjöldamörg ár, en bakvið voru 6 sérfræðingar að rannsaka stein úr Þingvallavatni. Bara svona, eigum ekki frekar að vera með náttúrufræðistofu sem börnin hafa gaman af. Og þá fórum við í þessar breytingar og nú erum við búin að tengja það inn í bókasamni, ég mæli með þig og verður að mæta með börnin. Af því að þarna, þú veist, það eru bara ótrúlega mikið af fjölskyldufólki að mæta og eru einmitt að rannsaka steina, rannsaka skeljar, en það eru börnin sem eru að gera það. Og þetta er ótrúlega vel hefnað og þarna náðu við að spara pening. Já, einmitt. Og búa til eitthvað fyrir þessi bambínó. Já, sem er kannski þunna foreldra helgar og eitthvað svona. Þetta væri mjög gott fyrir ykkur í dag, núna, þegar dagvinnu ykkar barna líkur, að fara upp í menningarmiðuna og bara slaka þeim að lifa sinn dag. Já, á meðan Ólöf passar hundana mína. Heyrðu, þetta var ekki gaman aðeins að skoða upp og ræða þetta? Jú, og bara gaman að sjá hvernig vinnandi fólk, þú veist, bara dagur það er. Já, hvernig þið púst þessu öllu saman, svo áhugavert. Já, og vel við hæfi að þið mæti þunnar til leiks. Já. Það verður að vera. Auðvitað.